Já, það var fattarengi hérna. Getum líka lagt á okkur fyrir einu. Já, ég ætla bara að losa mig við jafnvel. Við erum á fundinum í næstu viku. Já. Þetta er. Og velkommen til Stefán. Þakka þér. Svenni er að stýra þessa breytingútsendingu sem fyrir eftir svona 10 mínútur. Jú. Ég kem til Þú veist þeim? Já, fyrsta tíminn er bein og sem frá menntabóðinu. Ok. Þú ert með nokkra vélar og skiptir á milli og sýnir svona... Já. Sýnir úr tölvunni, ekki? Jú. Sýnir þess vegna, já, hérna við... Hérna verðum við með spjallið, sko. Og ef þið leiðist, þú getur öll að fengið að koma og spjall. Já. Ég verður að segja þetta. Og segja áfram tækningu og svona. Já, bara alltaf að koma hérna nýsköpun og frumkvöðarstarf sem á framfæri. Það er því sem verður. Og bara dásamlegt fólk hérna út um að mestur og Breiðaskóla. Það er rosa mikið með okkur að koma snillismiðu. Já. Hérna, það er góð að gerst það. Já, við erum að gera alls konar spennandi. Það er ótrúlega gaman að heyra sko jákvætt úr Breiðaskóla af því að við vitum það sem Ég held að vera tekið beint USB-C sko, en þú erum að fara þessi leið hérna. Það er nefnilega, ég hef verið að lenda í því með þessa að stundum er USB-C alltaf læg. Já. Og stundum ekki, það fer bara eftir tæki.
núna. Já, velkomin á Mentabúðir 2025 vorið. Herðu, við erum að pröfa núna að streyma í beinni útsendingu og ég heiti Sveinn Bjarki og hérna, ég vinn á Nýmet en er búin að kenna í Reykjavík í nokkra áratígi eða svo. En á eftir ætlum við að fá sett fólk hérna, sem eru með kynningar í settið hérna hjá okkur og við ætlum að spjalla við og spyrja þess út í hvað þau eru að kynna og þessar nýjungar sem þau eru svona að reyna að miðla til okkar. Toppa ætlar sem vinnur á Mixtúru yfirstýra þar, að hún ætlar að koma hérna og sittast það bara eftir svona 5 mínútur, kortur yfir, það ætlar hún að koma hérna til okkar og við ætlum að spyrja út í þetta fyrirbæri sem mentabúður eru og hérna fá að svona kannski heyra hvað er í boði. Hildur Rúdolfs sem vinnur á Mixtúru líka, hún ætlar að koma líka beint á eftir henni og segja betur frá því, svona hvað er í boði líka og sína ykkur stafræna kortið, það er eitthvað spennandi fyrirbæri sem að þið getur líka nýtt ykkur til að sjá hvað skólar í borginni er að gera, stillismiðjur og annað að svona skapandi og stafræn vinna sem er í gangi í borginni og er meðal annars uppskerna úr grósku verkefninu, átaksverkefninu sem Reykjavíkurborg hefur verið að vinna að síðustu 4 árin eða svo. Svo við ætlum núna bara að skipta yfir í salin því við verðum með svona myndavélar hér þar í salnum og erum að stefna líka að koma með svona stutt viðtöl bara líka úr sal og þá fá þið sjá þetta svona allt í beinni. En sem svona kortur yfir kemur Toppa og ætlar að spjalla við okkur og svo Hildur beint eftir eins og sagði á hann. En endilega bara fylgist þið með og sjást kortur yfir.
Já, halló. Eittir. Gott sound? Flott. Geggjað. Nú ætla ég að fara að hitta Toppu hérna í beinni. Þetta er spennandi. Ok, erum við að fara að skipta? Þú segir bara 3, 2, 1. Ok, 3, 2, 1. Sæl Toppa. Hæ, Svenni. Til hamingju með daginn. Já, takk sem Þetta er veisla. Vá, Algjör veisla. Mikil veisla. Já. Og þetta er nú ekki fyrst skipti sem við erum að gera, erum með svona mentabúðir. Nei, það hafa verið haldnar alveg ótrúlega margar mentabúðir, Já. en þessar stóru mentabúðir sem oft lenda á vorjafndægri, eins og Já. bara akkurat í dag, Já. eru haldnar núna í 3. skiptið hérna í Stakkaliðinni. Ótrúlega gaman og bara eins og við sjáum hér í settinu hjá þér, þá kemur allt eitthvað nýtt og mér er spennandi að vita hvernig gengur með þetta atriði, við erum með beina útsendingu, hlakka til. Smá áhættu atriði, en ég held að þetta er svona hluta nútífunni, sko, að vera í beinni líka. Já. En hérna, sko, finnst eitthvað svona þróun verið í mentabúðunum, eða voruð með þetta strax, eða er það að vaksa, eða þróast í einhver ákveðna átt? Já, sko það sem við sjáum í dag eru yfir 40 atriði sem tengjast leik, grunn og frístundastarfinu. Já. Mér finnst ég að sjá meira af svona skapandi efni við það meira af einhverju frá leikskólanum í dag heldur en hefur verið áður. Já. Og framhaldsskólinn er hérna líka og við erum einhvern veginn að því við erum í svo miklu samstarfi við háskólann að ná að tengja vettvang skólafrístundastarfs, skólaþjónustuna og háskólasamstarfið einhvern veginn svo vel hér. Já. Og auðvitað er þetta sko, þetta er svona vettvangur þar sem fólk kemur og deilir og miðlar og við skiptumst á og lærum svo mikið. Já. Ein önnur breyting sem sé að það er meira það fólk úr svona lærdómssamfélögum sem er farið að vinna saman. Það þekktist kannski ekki fyrir 3 árum þegar við heldum þetta fyrst. Nei. Er hérna svolítið svona eins og bestu vinir sko, borðum hlið við hlið og deilir á milli. Já, Svo er líka nýtt fólk. Já, þegar maður labbaði með annars, sko, maður var að gefa 5 og alla, sko. Þetta er orðið alltaf svona, þetta er alltaf fallegt samfélag. Það skilar sér líka. Algjörlega. Hérna, en svona, er eitthvað, sko, nú er þetta svona, kannski hluta uppskýru sem að svona grósku átakinu sem Reykjavík fór í og við sjáum líka þróast í ólíka áttir út frá þeim sama grunni sem kannski var deilt út í skólina. Heldur þessi sé ekki, eða þessi vöxtur sé hluti af þeirri bylgju? Sko, það er alveg margt sem gerir það verkum að við erum hérna í dag. Fyrst, og það er ótrúlega margt sem við getum þakka fyrir. Við áttum stefnumótun þegar að heimsfaraldurinn skellur á sem að við gátum einhvern veginn nýtt og farið inn í þetta stóra verkefni sem borgin fór inn í sem að er stafræn gróska. Þetta byggir náttúrulega fólkinu fyrst og fremst hérna, og svo koma óvæntir hlutir inn einhvern veginn í veruleikann. Það eru nokkrar gervigreindar kynningar hérna, í dag sem er spennandi að sjá. Ég er til dæmis að fara núna eftir og skoða verkefni þar sem að þú notar sko, gervigreindina til þess að sinna námsmati fyrir skapandi verkefni í stærðfræði. Það er hreinlega bara sko, taktu mynd og hún styður og auðveldar og flýtir fyrir þér í starfi. Svo ætlum ég líka að prófa sýndarveruleika þar sem við förum inn í sköpunarsmiður út alla borg og skapandi rými. Þannig að sko, ég lakar rosa mikið til þess að hérna, fara að koma og skoða. Já. En mér langar líka til þess að tala sko, samstarfi háskóla. Það er svo mikilvægt. Og Kolbrún Pálsdóttir sem er forseti hérna menntavísindasviði, hún á svo mikið í því að við erum hérna saman í dag. Og nýmenntarsamstarfið þar sem að Eyjólfur Brynjar er hérna, ræður ríkjum með sínu öfluga flotta fagfólki, þú veist nú eitthvað aðeins það. Hérna, við erum einhvern veginn að leggja svo vel saman. Já. Og það er eitthvað rétt við það. Og svo hlökkum við náttúrulega til að ári, hvort sem það verður vorjafndægur eða ekki, þá verðum við væntanlega komin á nýjan stað við Hagatorg. Já. Ég heyrði brandari í gær, sko, þú veist að þetta gengur þessu sögu að merkingin er að breytast. Það er ekki að þetta sé svona ganga svona vel, þetta gengur þessu sögu svona að þetta fer að koma, þetta er klart. Og við eigum líka bara einhvern veginn, þú veist, að njóta þess að flytja inn í musteri íslenskra menntavísinda í sögu. Við vonum að gangi allt í sögu þar. Og þetta eigum að gera. Þú veist, við eigum að tengja þetta flotta starf á vettvangi, við eigum að sýna það og einhvern veginn lyfta því. Og tengja það þannig að það komist inn í menntunina hérna á sviðinu. Algjörlega. Og í þjónustuna okkar. Já. Bæði þessi nýju kennarar sé bara með þetta í blóðinu strax og stuðningur sé til staðar þegar fara út á vettvangum. Ég held að sé. En hérna,
ef við hendum okkur aftur í menntabúðirnar, er eitthvað svona framtíðar, er eitthvað draumsýn, er eitthvað sem þú hefur svona, einn daginn þá verður við kannski búin að, eða komin að gera, eða er eitthvað draumur sem kýtlar sig sem að þú stefnir að, svona leyndarljóst? Sko, ég vinn með frábæru fólki sem ég ætla náttúrulega bara að nota tækifæri að þakka núna, sem er búið að vera að undirbúa og fá nýjar og skemmtilegar klikkaðar hugmyndir. Mig langar að sjá, til dæmis strax á næsta ári, meira af fólkinu sem er í námi hérna koma með námsverkefni. Við erum með svo skemmtilega sprota núna. Við erum að tengja mixtúrustarf við sköpunarsmiðjur og gaman að segja frá því í næstu viku þá tökum við ekki allt niður eftir daginn í dag, heldur verður hluti á rýminu hérna svona eins og pop-up sköpunarsmiðja hér í næstu viku í staðlótu. Það er staðlóta hérna í Stakkahlíð og það verða semst nokkri kennarar sem eru að koma með nemendahópa hérna úr náminu í sköpunarsmiðju og það held ég að sé sproti sem við viljum sjá meira af og svo kannski bara meira svona hérna, hvað kallar þetta? Beinar útsendingar? Er þetta menntavarpið? Við finnum okkur gott nafn í dag en líka, já, myndi ég segja, en það er náttúrulega möguleiki fyrir kennara og starfsfólk skólahúsnæðissviðs og bara alla sem hafa ákveðið menntamál að geta að droppa við eða koma við hérna næstu viku bara að hafa samband og hvað hvort það sé hægt að koma og skoða eða jafnvel fara í einhverja vinnu. Ég veit að það er svolítið bókað hérna en það er ennþá hægt að hafa samband. Já, en fólk frá mixtúru og nýmennt verðan á svæðinu kannski eitthvað líka sveimandi að geta að droppa inn og spjalla og vonandi verið kaffakönninni. Og svo er það bara hlutverk okkar að styðja við nýsköpun og þróun í skóla- og frístundastarfi. Og hér erum við að því í dag með allir þessu flotta fólki sem kemur brunandi, kannski bara beint úr kennslu til þess að sýna og brota þessu besta sem er svo dásamlegt. Það er alveg ekki, og það er allir brosandi sko, þetta er ekki kvöð sko, þetta er gleði. Og hlæjandi, já, líka, það er alltaf gott sko. Það er bara svolítið. Herðu, þetta er bara frábært spjall, takk fyrir þetta og ég kannski bara fæði aftur spjalla eftir sko, ef mér leiðist eitthvað. Já, ég er ekki í vandræðum með það. Takk fyrir þetta og skellt þér í til gítar eitthvað. Ég ætla að drífa mig að gera eitthvað spennandi. Takk fyrir. Takk fyrir.
Jæja, herðu, við erum komið aftur í settið og í beinu útsendingu aftur og nú er komin Hildur Rudolfs. Hæ. Til hamingju daginn. Takk fyrir. Þetta alveg styrlað maður. Þetta styrlað. Já. Og það alltaf svo mikið gleði út af því að sko, við vitum hvaða fólk ætlar að mæta og kynna, en við vitum í rauninni aldrei sko innihaldið fyrir fólk mætir. Nei. Og bara fyrir að stilla upp og kemur með allt, sko, alla þessa dásend í hús. Þetta er magna. Já, þetta er magna. Já. Og minna, þetta er ekki fyrst skipti, en þetta er þarna, og minna, þú veist svo stolt á hann, skilu 20 myndir í, sko, þú veist, það er alltaf átt að byrja, að þú bara, þetta er miklu betur, ég bara ætti að gera þetta, og þarna, en þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað sem gerist bara þegar maður er svo enn og þetta kemur, já. Þetta er alltaf eins og jólinn, sko. Svo allt í einu klukkan 6 og þetta klukkan 6. Það bara komið jólinn. Það koma jól, það koma mentabúðir og ég meina við bara, ef eitthvað klikkar, þá bara lögum okkur að því. Þetta er bara gott. Herðu, en þú ætlar að tala um stafrænt kort. Já. Ég bara ekki alveg veit ekki alveg hvað það er, sko, nógu vel, sko. Sko, þú manns kannski 2021. Já. Þegar við heldum fyrsta menntastefnumótið sem er svona uppskeruhátíð menntastefnu Reykjavíkurborgar. Já. Að þá var eitthvað sem enginn vil tala um í dag og heitir COVID. Þannig að við vorum bara stafræn og vorum að reyna að finna leiðir til þess að bara sýna starfið, gátum ekki komið saman. Og þá kom upp þessi hugmynd að nota verkfæri sem heitir Thingling, sem að svona, má segja, stafrænt veggur sem hægt er að festa stafrænt efni við, bæði bara myndbönd og ljósmyndir og ýmislegt. Og eitt af því sem þú getur nefnilega gert er að setja inn 360 gráðu myndir þangað inn. Og við fórum 2021 og fórum smá hring og tókum nokkra myndir, alls ekki öllum starfsstöðunum okkar. Og sumir voru með efni á kortinu sem er ekki 360 gráður. Og okkur hefur alltaf dreymt um að endurtaka þetta. Og stækka kortið og uppfæra og annað. Það var alltaf magnað. Já, og það er nefnilega það sem gerist stundum þegar maður býður fólki heim. Já. Að þá fer maður að taka til og hugsa, heyrðu, hvað var með kortið? Þannig að við ákváðum að fara smá hring. Við sendum út á starfsstaði hjá Reykjavíkurborg, semst skóla- og frístundasviðs, spurðum hvort það væru skapandi rými. Við erum aðeins að útfæra hugmyndina svona tæknirými, eða bara skapandi rými. Já. Og fengum svör frá nokkurum sem báðu okkur að koma og taka myndir. Og á þessu korti að þar eru punktar með nokkrum starfsstöðum, við flokkum þá það eru skólar eru rauðir og leikskólar eru gulir og frístundastarfið, félagsmiðstöðvar eða frístundaheimili eru græn. Og þar er hægt að hoppa inn í bara rými sem eru notuð og við hoppa bara inn í leikskólan Jörfar sem bara líka inn í fjöru hjá okkur og að sýna sitt starf. Þetta er listasmiðjan þeirra sem bara dásamlegt rými. Þetta magna. Og hér fyrir aftan okkur nefnilega hægt að fara í sýndarveruleikagleru og sko hoppa inn í þetta rými. Hann Bjarki í Hólabergsskóla með VR-gleraugun. Andlega einstakur. Og það bara hægt að standa inn í rýminu og skoða sig Já. Þannig að þetta var hugmyndin með kortinu og það bara alveg frábært að sjá hvað fólk var að taka vel í að fá okkur í heimsókn og stolt af því að sýna bara margvísleg skapandi rými sem eru út alla borg og við vitum auðvitað að það eru mun fleiri rými heldur en við erum að sýna hér. Að því líka sko að við eigum svona gagnabanga sem að gefa mér alls konar svona hugmyndir og svona texta skilur við, en það er náttúrulega allt annað að komast bara þarna og fá andan einhvern veginn, stemminguna og þetta er náttúrulega hugmyndabanki eða í rauninni, ég meina við vitum alveg við sem störfum sko í skóla- og frístundastarfi, það besta sem við vitum að fá að komast á aðra starfsstæði og sjá hvernig þau eru að gera hluti. Og til dæmis veit ég að það eru mjög margir sem eru að fara alveg að rýna vel í það sem ég er að sýna núna sem er Klettaskóli, sem með svona skynörfunarrými og þau settu það bara kveikt á öllu fyrir okkur og voru að sýna okkur ýmislegt sem þau eru með. Og það sem kannski heyrist ekki því miður í þessu það er tónlist í gangi nefnilega hjá þeim. Þannig að þau eru með LED-ljós og tónlist og ýmislegt sem hægt er að skoða. Þetta er eiginlega alveg magnað. Og frábær hugmynd að geta heimsótt svona skólaborgarna gegnum þetta kort. Í þetta kort. Já.
Herðu, þetta frábært, Hildur, ég kynnti aðeins upphafi, sko, upp á 2 í dag, sko. Já. Viltu kynna þig eitthvað frekar, það er alltaf margir sem kannast við þig og þekkja þig? Nei, ég er auðvitað bara eina af fjölmörgum í teymi Mixtúru og mentabúða og skólaþróunar og bara nörda samfélags þegar kemur að því að prófa sig áfram í ýmsu sem tengist tækni í menntun. Þetta er náttúrulega alveg æðislegt og þarna til hamingju með mentabúðirnar og þetta er náttúrulega ekki fyrst skil sem þú gerir þetta og þið stelpurnar og þarna þetta er flott uppskýra. Þetta er flott uppskýra. Nú er bara að njóta áfram. Já, það verður. Herðu, á eftir þá kemur hérna maður í heimsóknarlegar í setti sem heitir Steinn Jóhannsson sem er nýr sviðsstjóri SFS. Það er nú spennandi að fá að heyra aðeins í honum hvað hann er að pæla í nýsköpun og hann er sko stórar hugmyndir. Er það ekki? Jú. Það er spennandi, en takk Hildur kærlega fyrir að kíkja til okkar og nú bara fara inn að njóta. Já, frábært. Takk fyrir. Jæja, við erum þannig núna að koma hérna, nú er komin góðu gestur í settið. Það er Steinn Jóhannsson, yes. Er það ekki? Það er rétt. Og til hamingju með nýju stöðuna. Þakka þér fyrir. Það er ánægilegt að bara fá því í þetta góða starf sem er framöndan. Já, takk fyrir það. Það eru mörg verkefni, get ég ímyndað mér. Já, þau eru mjög fjölbreyttum toga og skemmtilegustu verkefnin er kannski að koma á svona daga þegar við erum með mentabúðir og erum að sýna hvað við erum að gera í skólastarfinu. Já. Og það er svona það sem að ylja mann hjartaræturnar að sjá bara hvað kennarar eru hugmyndaríkir, hvað er að ráðast í inn í kennslustofunum og ég sé bara svona hvað er brenna fyrir verkefninu. Að gera eitthvað nýtt, gera eitthvað öðruvísi, vekja áhuga barnanna, búa til nýjar hugmyndir. Já. Þetta er svona það sem er mest spennandi. Það er það alveg og þetta er alveg frábært vettvangur til að fá aðeins innsýn inn í þetta og líka fyrir fólki að tengjast og svoleiðis. Og þarna en þú hefur verið alltaf svona að vinna með nýsköpun og svona sköpun að þáttinn líka það kemur úr MH eða ekki? Jú. Og það eru með tónlistarbraut og annað það ekki? Já, við erum nú nýlega búin að stofna listmenntabrautar, þar sem er áhersla á myndlist og
og leiklist og skapandi greinar og það sem ég finnst svo gaman sko við þegar ég sé bara grunnskólana hvað þeir eru að gera góða hluti þá sé ég það að vera að forrita og legokubba vélmenni, það að vera tölvur, sýndarveruleika, allskyns tól og dæki sem ég vissi ekki einu sinni væri til og Mixtura er náttúrulega með ótrúlegan tækjabanka eða búnaðarbanka þannig að skólarnir geta fengið svo mikinn stuðning og það er kannski það sem að ég var ekki svona vel meðvitaður þegar ég er að hefja störf og nú sé ég hvað þetta er mikilvægt fyrir skólana að geta sótt þennan stuðning svona miðlægt og fengi hugmyndir, aðstoð, ráðgjöf og svo framvegis. Og maður sér það líka bara núna eftir að gröskátaki er búið að vera í gangi hjá borginni og Mixtura verið til og svona og líka það er að myndast þessi samfélög út í skólahverfunum sko. Akkurat. En það verður vonandi bara líka sjálfbært bráðum að einhverju leyti sko að skólinn sjálfur standa að þessu. En sköpunarþátturinn hefur þetta verið svona hugleik, stundum nærri? Jú, ég hef nefnilega starfað sem stjórnandi tveimur framhaldsskólum og í báðum þessum skólum voru stofnaðir einmitt brautir sem tengjast svona skapandi greinum. Þegar ég var í Ármálum stofnuðum við nýsköpunar og listabraut og mér finnst svo mikilvægt að nemendur hafa aðgang að þessu helst í öllum skólum, ég veit að það er ekki hægt af því að skapandi þátturinn er svo mikilvægur fyrir krakkana og þau eru líka á þeim aldrei að við eigum að virkja hugmyndirnar, virkja frumkvæðið í þeim og mér finnst oft svona vanta upp á þetta því stundum eru þau bara í hefðbundu bóknámi með því að blanda listgreinunum inn í þá kemur alltaf þessi skapandi þáttur svo sterkt inn í skólastarfi. Heldur betur, það er nefnilega ótrúlega mikilvægt. Nú erum við fáið einn auka mann í stúdíu. Hæ. Við erum núna í beinni á netinu. Þú myndavél þú voru að segja hæ þá. Það er svona live útsending, það gerist allt saman. Já. Ég kannski tekið spjalla eftir. Já. Ekki spurning. Nei, það er yndislegt. Þú ert ekki búin að vera lengi núna niður í Borgartúni. Nei. En svona eftir sjá? Eða sérðu bara svona tækifæri framöndan? Já, svona þegar ég er búin að rölta og sjá það sem er að gerast, þá einmitt sé ég að kannski þurfum við að vekja meiri áhuga og smita þessar góðu hugmyndir sem eru hér inn í alla skólana þegar það er svo ótrúlega margt gott í gangi og ég held að stundum finnst mér vant upp á við tölum allt þetta góða sem er að gerast í skólastarfi frumkvöðla starfsemina sem á sér stað inn í skólastofunni og stundum eru kennara búin að vera að gera einhverja ótrúlega hluti en eru feimnir að tala það og við þurfum að vera duglegir að vekja athygli á þessu og líka kannski getum við á sviðinu vakið meira athygli á þeirri þjónustu sem við erum að bjóða upp á og við getum það er ýmsa leiðir færar til þess að hvetja til meiri sköpunar í skólastarfi. Ég held að það sé algjörlega þannig og það er bara málið þegar þú segja það bara er í flestu skólum ef ekki öllum mjög gott starf í gangi og þó bara þessi hefðbundni klassíski kennari er að gera svo góða hluti en við erum oft svo hóvar í ótakar tóta að við erum ekki að gastbræða það Nei, það er bara oft þannig. En það er oft hinmálinn sem fá meiri athygli á nóttgallin. En það sem ég finnst líka skemmtilegt auðvitað eru tölvur og tækni og annað áberjandi en svo er ég að sjá líka fullt af verkefnum þar sem eru auka tengsl nemenda við náttúruna og við umhverfið og það finnst mér líka mjög mikilvægt. Og til dæmis skólarnir í Breiðholti eru að gera alveg frábæra hluti og ég vil sjá miklu meiri áhuga á þessum verkefnum hjá fjölmiðlum. Mér finnst fjölmiðlar ekki sýna þessum jákvæðu verkefnum nógu mikinn áhuga. Ég tek undir það. Já, þannig að ég spyr sjálfur mig því ég horfi yfir hvar er allar fréttamiðlarnir út af hverju eru ekki að taka þetta upp og tala þetta. Já. Þetta er nefnilega frábært og það er svona innblástur að koma á svona samkomið sem þessar menntabúðirnar. Það fara maður þess að streyma sem er í gangi og fólk sem er að leggja svo mikið á sig að breyta og bæta og vinna þessu verkefnum. En rosa gott að fá því í settið. Já, bara gaman að vera hérna. Og gaman að fá því í Reykjavíkur settið. Mér líður eins og þegar ég var að gangi gegnum án og pröfa ýmsa hluti, mér leið eins og barni þegar ég er að pröfa og mér fannst það ótrúlegt að fara í sýndarveruleikann og fá innsýn inn í skólana. Mér leið eins og ég var í lausu lofti, var svona ekki alveg öruggum með sjálfan mig, en ég segi bara, kennarar við eigum að vera duglega að tala öll þessi frábæru verkefni og vekja athygli á þeim. Það er bara það sem við þurfum að gera. Þetta eru góð lokaorð. Takk fyrir komuna. Já, takk fyrir. Gaman að vera með ykkur. Já, takk fyrir. Takk fyrir. Jú.
Já, herði, ég núna stattur hérna, ég að fara að taka viðtal við hann Bryngir hérna, Valdemarsson, og hann ætla að fara að kynna sína stöð og það sem hann að gera í skólanum sínum sem spennandi og skemmtilegt. Ég persónulega, því að Erla hérna baka myndina, hún var að spyrja, hvað það gerir hérna? Við erum að pröfa núna að vera að streyma hérna í beinni á mentabúðum og erum að svona taka púlsinn af gestum og gangandi og þá kannski aðra þeir sem eru með svona kynningabása og svona að leyfa ykkur sem komist ekki aðeins að fá að vera með okkur og bara vonandi það að fylgjast með. Svo ég núna, þessi upptaka reynda að kemur seinna, svo þetta er svona eins konar tímavél, þetta er magna. Sjáumst. Jæja, herðu, talandi fyrir tvöðu beinni. Já. Velkomin, og gaman að sjá þig. Herðu, nýsköpunarverkefni með endurunnu efni. Já. Þú heitir Bryngir. Já, ég heiti Bryngir. Og en segðu aðeins meira frá þig, í hvað skóla þú ert og svona aðeins svona, hvað er lengi í bransanum? Ég er búinn að vera, 8 ár, eitthvað svoleiðis, í bransanum, í Öldurshöfðaskóla. Já. Eiginlega næstu bara verið þar. Já. Með smá frávikum. En búinn að vera í nýsköpunarkennslu í 2 ár. Já. Þannig að vera með svona snillismiði í 2 ár. Og það er að ganga svona glimrandi vel. Er það ekki? Jú. En hluti af þessu var líka, þið tók þátt einhverju verkefni, Já. Ykkar skóla og fleiri skólar, einhverju fyrirbæri sem hét, hvað, Redbox? Nei, hvað heit það? Makers Redbox. Makers Redbox. Já. Og getur þið svona stuttumáli sem kannski fólk sem hefur ekki heyrt neitt það. Ok. Bara svona örstuttumáli hvað það gengur út á. Sko, við fáum í rauninni kennsluleiðbeiningar og efni frá fyrirtæki í Ungverjalandi og eigum að keyra það, þetta er bara þróunarverkefni og eigum að þróa og sjá hvernig það gengur og svona og erum að keyra það í annað skipti núna og erum alltaf að gefa feedback og erum í rauninni bara að slétta það. Bara, það er líka að ganga rosalega vel. Já, og er það þemaverkefni og er það læra ákveðna hluti, vitið þið hvað þið að fara að læra á eða kemur þetta ljós leið og þið að vinna verkefni, hvað þarf til? Já, við í rauninni vitum hvað við erum að fara að gera. Við erum að byggja framtíðarborg, eins og verkefni sem við erum að gera núna. Við erum að byggja framtíðarborg og nemendurnir sem er í þessu eru í rauninni að fá hlutverk. Það er einn sem er að sjá vegina og einn sem er að sjá matinn og einn sem er að sjá bara hlutverk sem hvað gerir borg að borg. Og við erum að byggja borgina og það fær hver sinna flís og þar er versmiða og það fær einn annar flís og þar er orkubú og það fær einn annar og svo er þetta allt tengt saman með og alls konar fítusar í þessu. Við erum að læra að lóða í þessu, við erum að læra að forrita, við erum að læra að bara hönnuna í þetta og þetta er mjög samþætting, allavega maður heyrir lífsleikni og samfélagsfræðin og náttúrulega íslenskan alls, það er bara svo mikið og hugtök og annað sem þeir eru að tilninga sér. Já. Svo þetta er svona draumi samþættingina. Já. Þú segir að þið eru byrjuð í annarskipti að gera það, svo þetta reynilega kannski var pínulegt gaman. Þetta var mjög gaman og svona verkefni, við tókum þátt í þessu fyrst og svona verkefni tekur 2-3 ára að slétta úr því sem er og staðhæfa og staðfæra sem að víst og svona, en þetta er mjög gaman sko, þegar maður er með góðan hóp og sem að við erum með. Já, er þetta ekki aldrei mikilvægt að vera með svona stóran hóp og góðan hóp sem er til í að gera, að því ég veit sko að þegar maður er að byrja upp nýju sem er spennandi, það er ekki bara að byrja á því að gera það, maður þarf kannski að læra þetta mikið og leggja á sig þetta svona, skilju. Var það ekki líka raun þetta er smá ekstra umfram vinna, extra effort eins og enski maður sagði? Jú, þetta er smá ekstra vinna. En já. En uppsker líka kannski? Uppsker líka og við náttúrulega fáum frá borginni og frá Mixturu öll tæki og tól sem við þurfum til að gera þetta og við náttúrulega nýta þau í annað líka og meðal annars það sem við erum að gera hérna. Ok, komum við mentabúðunum, gott plugg. Takk. Hvað er þetta að kynna hérna? Til þín stöð sem er hérna? Sköpun án takmarka er yfirskriftin. Já, sköpun án takmarkana. Ég er að vinna með bara að skapa eitthvað úr rusli. Bara það er pappi þarna, það er plastpokar, það er dót af svona umbúðir af mikrofónu og heyrnartólum og bara það sem að ég kemst yfir, svampar og eitthvað drasl, það sem ég kemst yfir bara búin til eitthvað úr því. Og ég er með tvenns konar verkefni þarna, en aðalega er ég að sína þessi verkefni. Þetta eru kjörin verkefni fyrir kennara sem er að þora ekki alveg, en vilja byrja. Ég er með hálftíma 40 mínútur
bara, taktu þetta og krakkarnir, þau spyrja fyrst bara, má ég gera þetta? Já, mátt gera þetta, þá hættu þau að spyrja. Þau bara gera. Það er svo magnað að sjá það. Frábært. Og þarna, og efnis, svona, ertu að fá börnum til að hjálpa að safna efni í efnisbankan ykkar? Eða ertu bara einn að þrífa fernur og koma það heima? Bara bæði. Við erum að vinna rosalega mikið með pappa. Það fellur rosalega mikið af pappa út allt. Já, bara í skólanum? Bara í skólanum, pappakassar og alls konar. Þannig að ég er að vinna rosalega mikið með það. Þau eru að búa til heilu húsin og flugvélarnar og bátana og hvað sem er. Þetta alveg frábært. En hvað bekki árgangi er þetta aðalega að vinna með? 5. til 10. 5. til 10? Já. Æði. En finnir einhvern mun, þú veist, að það er óbúrslega þroskamunur á þessum hópum, sko? Já. Þú veist, er styttra í 5. bekkin en 10. bekkin að virkja þau eða er þau bara... Það er nefnilega bara mjög svipað, sko. Er þau frábært? Já, af því að 5. bekkurum að segja við þau, búið til húsgagn fyrir uppáhalds ævintýrapersónuna þeirna. Já. Og þau bara, má ég gera fyrir Homer Simpson, eða þú veist, Shrek eða bara eitthvað. Já, og þá bara búaðu til þetta. Já. Má ég nota þetta? Já. Og þú veist, á 10. bekkur er það líka. Þau bara búaðu til fyrir annan karakter. Veist, það er bara, sköpunar hugsunin er alveg frábært. Bara, já. Og þarna, en er eitthvað svona módel eða eitthvað sem að vinna, er þetta svona innrættuðu með einhverju ákveðnu design thinking, hönnun hugsun eða er eitthvað módel á bakvissi sem þú ert að vinna með? Leint og ljóst? Leint, já, ekki sko í leiðbeiningunum sem að ég segi yfirleitt bara þið fáið þetta blað hérna og það er design thinking, við erum að vinna með Steam líka og ég er að vinna með lausnaleitina, bara skapandi hugsun, sjálfbærnina og tengi þetta við hæfni viðmiðin í sköpun og þetta. Þannig að Ert þú að fá hópanum til þín eða ferð þú inn í bekki eða er þetta bara, ertu með tím í töflu sem heitir bara sköpun? Ég er með tím í töflu. Ég er nýsköpunarkennari í verkgrein en svo er ég líka í samstarfi við, ég er stærðfræðiverkefni og íslensku verkefni og ensku verkefni og bara alls konar. Það er náttúrulega mjög fallegt. Herði, ég ég ætlaði eitthvað að sprella eitthvað, svo spyrir alltaf hvað þetta sprellið hefnast eða ekki, skilju. Það var þarna ef þú væri forritið app, hvaða app værið þú og af hverju? Ég væri Google Lens. Oh my god, ég veit ekki hvað það er. Google Lens er forrit sem er að skanna umhverfið og við reynum að fá upplýsingar úr umhverfinu og alltaf að greina umhverfið og reyna að útvíka það. Og kemur með svörum leið sír hlutin eða? Já, þú alltaf þarft að smetla bara hvað er þetta. Ég hugsi ég var í Google Lens. Svo þú vilt vera svona alvitur, svona... Ég er náttúrulega, nei. Alltaf að læra mér og greina mér og hvernig er þetta að stækka myndina þess. Ok, það er vel gert. Ég var líka pælið að því að maður finnur oft hvað tónlist hefur áhrif á vinnuhópa eða vinnu, bara okkur og svo nefndu líka. Er eitthvað lag sem við ættum að hafa í huga svona að setja playlistan fyrir skapandi klukkustund? Já, ég er náttúrulega mikill Queen maður. Þannig að ég myndi vera Don't Stop Me Now. Það er ekkert smá flott, það er steinleikur. Herru, takk kærlega fyrir komuna. Þetta var alveg frábært að fá það í spjall og ég veit að það er fólk að bíða eftir ábyrginn í sal. Já. Og en bara mjög gaman frá þessu og takk fyrir. Takk fyrir.
Við erum komin í beinni núna og nú erum við komin Indiana Rose sem að tala viku 6, spennandi fyrirbæri og þetta er verkefni sem orðið nokkur ára gamalt. Já. En viltu kannski byrja að segja bara stutt frá þér og svona hvaðan þú kemur? Já, ég heiti Indiana Rose og ég er kynfræðingur. Já. Veistu hvað er að vera kynfræðingur? Það er ábyggilega að vera sérfróður kynhneigð og kynhegðun fólks. Já, jú, þú ert svona allavega að fara réttu leiða því að það er oft sem ég kynni mig og fólk segir já, kynjafræðingur. Nei, kynfræðingur, þetta er mjög svipað. Maður tekur þetta eiginlega ekki sundur en þetta er bara kynverund mannsins. Já. Sem er sexuality á ensku. Þannig að ég er á ensku sexologist, menn kynjafræðingur það er gender studies. En þetta er svona, já, allt sem við kemur því eiginlega að vera bara kynvera og já, ég er hérna með Masters of Education, hann er kennslufræði í kynfræðslu. Það er magnað. Já. Og það er nú dálítið líka svona tímandi núna dálítið kalla á fróðar manneskjur þessi mál. Já, algjörlega. Það er margar spurningar sem vakna bæði hjá miðaldra og eldra og svo unga fólkinu sem náttúrulega er bara að finna sig. Já. Er það ekki? Jú, og svona það er oft bara svona misskilningur hvað er í kynfræðslu. Já. Halda þetta sé bara kynlífsfræðsla. Að ég sé bara að fara að koma inn og kenna. Já. Eins og bananatriði þarna með það. Já, eða eitthvað svona í það stund að kynlíf og hérna eru stellingar og svoleiðis, en það er ekki það sem er gert í kynfræðslu. Við svona miðum að aðhlýða kynfræðslu og þá er þetta bara þetta líkamlega, andlega, félagslega, bara samskipti og mörk og heilbrigði og já, þetta er svona fjölbreytt. Rosalega mikilvægt mál, held ég. En hérna, ég sé út með tösku í fanginu. Já. Og tengist þetta, náttúrulega vika 6, það vita ábygglega margir hvað það er, en segðu kannski stundum hvað vika 6 er og svo fyrir kannski að kíkja í þessa tösku sem er spennandi. Vika 6 er sem sagt 7. vikuna á árinu. Þetta er svona fengið að láni, svona stólið frá danskri fyrirmynd. Það sem 7. vika ársins er þá bara tileinkuð kynheilbrigði og í skóla- og frístundastarfi hjá borginni og reyndar eru svona flest bara all land, bara skóla og frístund og félagsmiðstöðvar farin að taka þátt, allavega mjög mörg. Og við útbúum alltaf alls konar fræðsluefni og höfum verið að gera bóli og svona armbönd og svona fyrir félagsmiðstöðunar. Þannig að í ár fengu félagsmiðstöðunar svona kit, svona fræðslu, ég veit ekki, set. Já. Og í því og svona vonin okkar er að félagsmiðstöðunar halda svo upp á töskuna og næst getum við bara bætt í töskuna. En að því að þema núna í ár var líkamann og kynfæri, þá létum við 3D prenta mikstúru. Þau prentuðu fyrir okkur píku. Og svo prentuðu fyrir okkur tippi líka. Og það sem er svona skemmtilegt við þetta, tippi er hérna, píkan hér, er að við erum með snípinn, svona fjólubláan, og innri vefinn á tippinu, risvefinn, af því að líffræðilega er þetta nákvæmlega sama. Og bara, ef maður horfir á þetta bara, formið, ef við erum minna hvort annað á, það er eiginlega magna. Það er að kynfærin okkar, við byrjum öll með eins kynfæri í rauninni. Svo er það 7. og 8. viku einhvers staðar svoleiðis sem mannaði ekki alveg á bara viku fóstur þroskans sem svona, ef við einföldum þetta mjög mikið þá kemur svona ákveðin hormón að sprengja þá fara mögulega kynfærin að verða þá eins og tippi. En við byrjum í rauninni með það sem yrði að píku ef þessar hormónabreytingar átti sér ekki stað. Þannig að þetta byrja nákvæmlega eins og í töskunni var þá svona... Það minnir mig líka dálítið að geimur. Þetta er dálítið framandi. Þetta er framandi, þetta er skemmtilegt. Og þetta sýnir hvað við erum kannski í grunninn dálítið bara eins og fylgdi svona með þannig að ef starfsfólk skannar þennan QR-kóða þá opnar bara svona bæklingur, bara rafrætt með fræðslu kynfærin, hvernig átt eiga samtal við börn. Inn í því var líka vísir að handbók sem við gerðum sem er fyrir erfiðspjöld. Fyrir kennarann? Já, fyrir starfsfólk. Þetta er fyrir starfsfólk, félagsmiðstöðina. Það var þannig, en svo útbyggum við líka svona, rafræna svona, en við prentum út til að hafa hérna í dag til að sína. En það er bara svona, góðir og miklu fræðslupakkar, skipt eftir stigum, gerðum þetta líka fyrir leikskóla, en bara glemt að prenta hann út. En þá, að því að fólk er líka oft svona, eins og kennarar og bara foreldrar, þau heyra bara kynfræðsla, fara í panik, heyra bara þetta er aldursviðandi fræðsla, en þau veit ekki alveg hvað það þýðir. Þannig að við bútum bara dálítið niður, þannig að þú skoðar bara unglingastigspakkan, það er allt sem bara viðeigandi fyrir unglinga að læra, 8. og 10. bekk. Og svo miðstigspakkin, það er bara allt sem er viðeigandi fyrir þann aldurshóp að læra og yngsta sig sama og með leikskólan. Og fólk heyrir leikskóla, kynfræðsla og fer í panik,
en það bara að læra að vera vinir, læra mörk og samþykki, læra á líkamann sinn, bara hérna, þú veist, hjarta mitt slær, eyrun heyra, þú veist, þetta allt kynfræðsla í rauninni. En fólk kannski heldur að við séum að fara bara með einhverja, að við mætum bara í leikskóla með smokkinn og banana og að því það mann eftir kynfræðslu hjá sér. Já, það er svolítið. Já. Þetta rosalega áhugavert. En finnst ykkur ykkar aðgengi að skólunum og félagsmiðstöðunum gott? Fólk að leita eftir þessu efni eða fyrir þetta svona samfara fólk að þetta sé nú eitthvað sem það þarf að taka fyrir? Sko, ég held að langflestir, ef ekki allir skólar núna taka þátt í viku 6. Mismikið auðvitað. Sumir kannski taka alla vikuna og bara brjóta hana dálítið upp og að gera alls konar, meðan kannski það annar skóli sem taka bara eina kennslustund á unglingsstigi eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það mjög mismundi og að því að kennarar eiga ofta svona sem stoppar starfsfólk kennara bara, ég lærði ekki þetta í náminu mínu, kannski sjálffeimin við þetta, veit ekki alveg hvernig þau fjalla eitthvað. En þannig að í þessum bæklingum, það bara fremst, bara svona ráð fyrir kynfræðslu og hvað þarftu að hafa í huga með nemendur af fjölbreyttum tungumál og menningabakgrunn. Svona, þú veist, á einfaldan hátt, þannig að... Það var líka einmitt eitt, sko, að geta tala þetta svo skiljanlegt og innan marka líka. Já. Og það einmitt líka bara inn í þessum erfið spjöllbæklingur sem við hlekkjum á, það bara hvernig svarar spurningum, hvernig best að bregðast við einhver deilir frá kynfræðslu og ofbeldi, því það kemur líka oft. Krakkar eru kannski kynfræðsluður og læra mörk og samþykki og læra bara, ok, þetta var gert við mig og þá kannski komum við svo að tala við kennarann það, þannig að við viljum líka tryggja að kennarar geta brugðist rétt við. Rosalega flott. Já. Og mikilvægt einmitt það líka góð árétting við halda náttúrulega kennarar eru viljuplýstir en það gott að fá líka svona þess að árétta bara að vita af ferlinu, að bara vita hvað að gera næst, að svona veitir ákveðna ró sko líka. Já, þetta held ég bara allt sem allir kennarar vita. En það bara gott að fá kannski staðfestingu bara já, ok, ég bregst rétt við eða bara já, ok, gott, þú veist, ég myndi alltaf bara hlusta á nemenda og styðja þau og aðstoð og ég veit að ég tilkynningarskyld. En kannski heldur fólk að það sé eitthvað svona annað ferli af því að þetta kynferðistengt. En það bara þetta að vera mannlegur og sýna virðingu og hlusta. Svona eins og með önnur erfið spjöll. En bara svona að fólk fái svona valdefling fyrir starfsfólk. Frábært. Nú þetta orðið nokkur ára gamalt verkefni, vika 6. Eitthvað svona framundan sem að eitthvað í farvatninu? Eitthvað kannski ekki nýtt? Með kynfræðsluna? Sko, það núna því við erum að vinna aðgerðið menntastefnu, þú veist að því að Reykjavíkurborg með svona menntastefnu og vinnum alltaf svona 3 ár, gerum svona plan fyrir næstu 3 árin og þar innleiðingaráætlun á kynfræðslu í bara, þetta svona 3 ára innleiðing á kynfræðslu á öllum aldurstigum. Þannig þá erum við bara að þýða námsefni og búið til námsefni sem verður kannski dálítið svona eins og þetta á þann máta, þetta verður bara einfalt og aðgengilegt fyrir bara öll sem starfa með börnum til að bæði nálgast að þetta verður aðgengilegt á netinu bara, en líka bara svona þetta aldursviði en þetta skipt eftir aldri eins og ég var að tala áðan og fólk heyrir fyrsta bekk og heldur á sig smokkur og bann en það bara við náttúrulega lærum líkamann og svona. En eru það vinnandi efni með MMS eða? Ég bara ábókaðum fund með þeim í næstu viku sko. En þetta allavega svona, þetta allavega efni sem við erum að vinna en við viljum fá þau með inn í þetta því að þannig að hafa ekkert öll sveitafélög tök á því að hafa einhvern svona jafnréttisskóla eða 2 starfsmenn í þessu. Þannig að okkur finnst alltaf svona höfuðborgin á að vera leiðandi og alveg frábært sko. Og við viljum allt námsefnið okkar sem við búum til sé aðgengilegt. Fyrir alla. Já. Þetta alveg frábært starf. Og þarna, ég sé þarna að þið eru 2 þarna að kynna hérna önnur stendur bara sína plikt inn í sal. Hérna, þið að vinna þessu verkefni saman innan Reykjavíkurborgar eða hvað? Já, við erum sem sagt 2, ég og Maríanna Guðbergsdóttir sem stýrum jafnréttisskólanum. Sem svona, þetta ekki beint skóli, við fáum ekki nemendur til okkar, þetta bara svona batteri á skrifstofu skóla og frístundasviðs. Þannig að við vinnum þaðan en við þjónustum Þeir eru að deila út en fólk getur sótt í ykkur líka og fengið. Já, ef það eitthvað svona sérstakt sem þeir þurfa að nálgast. Alveg frábært. Það rosa flott. Herði, ég var með smá svona auka spurningar í lokin sko, því að nú fyrir styttast í það ég veit að þú var inn að spjalla við fólkið.
sko, ef þú væri forritið appa, því við erum svona sköpun og tækni hérna líka pælingar, sko. Já, þess að þú væri forritið app, hvaða app værið þú og hérna og allt? Sko, ég nefnilegast, sem svo frábært að hafa verið hér, að því ég hef hugsað lengi, ég væri svo til í svona eins og ChatGPT, að því ég elska chatti, nema fyrir kynfræðslu. Og ég var bara, og svo var ég að tala um hana Fríðu hérna, hún var að kenna mér hvernig ég get búið til eigin svona kynfræðslu chatti, þannig að vel gert. Já, þannig að það eiginlega svona að fara að raungerast vonandi þegar ég kemur í það. Já. Þannig að ég var til í að vera app ef ég myndi breytast í app sem svarar. Já, gerðugreindar bara. Já. Þannig að þú veist, unglingar geta spurt mann hvenær sem er, sólarhrings, hvað sem er og í hvaða aðstæðum? Já. Þetta er mjög flott app sem þú verður. Já, bara takk fyrir það. En hérna, ég var líka að pæla í einhverju svona lagi sem að ég var svona, að því að þegar maður er að vinna með unglingum í einhver stemmingu og reyna að ná svona ákveðin einhver, jafnvel hughrifum, þú veist að vinna líka með Solis og alls konar misgóða til vinningar og líka svoleiðis. En er þetta vinna því svona skapandi, kannski vinna með krökkum eða fólki, áttu eitthvað svona uppáhaldslag sem þú getur sett á playlistan? Sko, mér finnst geggjað ef ég þarf eitthvað svona að peppa mig í eitthvað að hlusta á Beyoncé. Þannig að þú veist, það er kannski bara dálítið svona stereotypist. Þannig að þú spekar það annað? Formation, það er lagið sem ég svona þegar ég þarf að keyra mig í gang. Þá valdefla mig fyrir eitthvað svona, alls konar. Já, þeir eru beina útsýtt ykkur netinu svona? Já, ég hef þetta að hlusta á það og koma bara. En þetta var frábært viðtal og stóðstu ótrúlega vel og þetta er óbærslega mikilvægt málefni og nóg framöndan, grunna mig og bara takk hérlega fyrir komuna. Já, takk fyrir mig.
Jæja, Málfríður Bjarnadóttir, hvað segirðu? Ég segi bara mjög gott. Ekki? Jú. Það er smá rigning úti. Já, smávegis. En það er svona, maður lætur blekkast, það er eins og sé smá vor í lofti. Já, það er klárlega. Það ekki? Jú, hlýtt og svona, gott. Vor í hjarta. Já, vor í hjarta. Herðu, þú kemur á Helgafellsskóla, það ekki? Jú, passar. Og þarna, segðu mér aðeins bara svona stuttlega frá þér og svona kannski svona, já, og svo fyrir við út í verkefni. Ég heiti Málfríður, kölluð Fríða og deildarstjóri í verkefna í Helgafellsskóla og mitt hlutverk svona dálítið að sjá að innleiða tækni og svona. Svo er ég líka með tíma með bæði allt frá leikskólabörnum og upp í unglingastig. Og já, ég hef verið með þetta verkefni, snjallræði, síðustu, þetta er 4. skólaárið sem að við erum að keyra þetta verkefni og þetta verkefni keyrti yfir allan skólan. Þannig að það eru allt frá 3 ára börnum og upp í 16 ára börn sem eru þáttakendur. Og þetta eru mánaðarlegar hönnunaráskoranir og markmið auðvitað bara að þjálfa þau í skapandi hugsun og þessu hönnunaferli en jafnframt líka þjálfa þau að vinna í hóp, af því þau vinna alltaf í hóp og svona svolítið að kynna og koma hlutunum frá sér. Finnir ekki alltaf mjög núna 4. ári með 1. ári svona bara að börnin náttúrulega þekkja betur út hvað ætla staðum og kannski líka kennararnir sem þú vinna með. Er ekki aðeins minniskapla að fara yfir svona þetta í þessu vör? Og þetta er líka mánaðarlega það ekki alveg? Jú. Minniverkefni er svo stærri það ekki? Jú, svo stærri einu svona önnu og bara ég bara finn því líka mun og það er ótrúlega gaman að fylgjast með krökkum kannski sem að byrjuði á þessu kannski 4. bekk og eru komin kannski í 7. og bara, þú veist, að sjá hugmyndaflugið og bara hvað þau eru fann að taka þetta svo ótrúlega langt og þau eru fann svona að einbeita sér svo mikið að því að vera með þennan svona váfaktor, þú veist, þetta er orðið svo ótrúlega mikið út úr boxi hjá þeim á meðan við kannski fyrst þegar maður var að keyra þetta, þá var maður að keyra kannski, þú veist, ofurhetjuverkefni það sem þú átti að hanna nýja ofurhetju og þau hönnuðu bara öll kannski einhver ofurhetju sem þau þekktu en breyttu kannski pínlítið logóinu eða nafni var svona keimlíkt á meðan núna er maður að sjá bara, þú veist, endalaust af einhverju bara splunkunni Öðra sér og jafnvel kennararnum. Algjörlega og jafnframt eru kennararnir náttúrulega stíga ótrúlega langt út fyrir sinn þægindrama. Það eru margir kannski sem eru vanir að vinna svona en það eru líka margir sem eru rosalega erfitt með að vinna svona og finnst þetta bara flókið að vera með svona opin verkefni og mér finnst það líka bara ótrúlega dásamlegt að fylgjast með þeirra þroska í þessu verkefni og það er ótrúlega gaman að fylgjast með líka kennarum sem eru svona farnir að taka þetta ótrúlega langt og taka bara áskoranir og gera þeirra sín megin, þú veist, útfæra þeir bara á sinn hátt. En ég legg upp með að gefa út áskoranir þannig að þeir sem eiga erfiðast með þetta, þeir geti nota þetta bara nákvæmlega svo þeir, en hinir hafa líka svigrúm til þess að útfæra þetta á sinn hátt. Það er eiginlega alveg magnað. En svo er þessi mánaðarlegu og svo kemur stærri áskoranir og er það stærri bara í tímanlega séð umfangi eða hvernig er? Já, sko þessar stærri áskoranir eru einu svona á haustun og einu svona á vorun og þetta eru áskoranir þar sem þau eru svona að glíma við eitthvað raunverulegt vandamál og þetta er unnið svona eins og þemavika. Þá er bara allt annað námsefni sett til hliðar og þau eru bara að vinna markvisst að þessar áskorun og þetta við höfum til dæmis tekið plastmengun í hafinu, matarsóun, jafnrétti og núna síðast tókum við bara svona lítum okkur nær og vorum bara að hugsa skólabrægin og allt þetta og þá eru þau svona svolítið að velta fyrir sér hvernig þau geta lagt sitt að mörkum í þessa baráttu og við tökum alltaf á vorun erum alltaf með góðverkaviku þar sem þau eru rauninni þá bara, þú veist, hún heitir Ég hef áhrif og þau eru bara að velta fyrir sér hvernig þau geta haft áhrif til þess að gera heiminum betri stað og þá eru þau bara að útfara, þú veist, alls konar hugmyndir þú veist, þau eru að fara, var einhver hópur í fyrra sem fór og tók til í garðinum hjá og afa og bara, þú veist, hreinsaði allt til og bara svona, þú veist, að láta gott þessi leiða annar hópur sem fór á lögreglustöðuna með kleinuringi og gaf lögreglunni kleinuringi, þú veist, það er alls konar svona skemmtilegt sem kemur út úr þessu, fara að spila við gamla fólkið og yngri börnin fara að syngja fyrir þau og bara svona finna, þú veist, líka bara þau finni þessi áhrif hvað er gott að gefa af sér. Alveg frábært. En er það byggt á, þú veist, ert þú að búa til þessa áskoranir, er það byggt á einhverju hugmyndum annars staðar frá eða þú veist, svona hvar færð þú innblástur og svona? Sko, ég svona myndi segja að ég væri með smá svona innblástursfíkn. Ég fæ bara innblástur út allt. Ég elska að fá innblástur. En á sama tíma er ég svona manneska sem að get til dæmis ekki fyllt uppskrift. Þú veist, ef ég er að eldaði baka þá, þú veist, byrja ég og svo fer ég bara að gera eitthvað. Það kemur dassa þessu. Já, þannig ég sæki mér innblástur mjög víða og þú veist, fæ hugmyndir mjög víða. Og svo útfæri ég það svona, þú veist, blanda saman og gera eitt og þetta. En ég hef til dæmis verið að nota náttúrulega bara eins og hönnunarferlið sem er svona kannski meira áberandi í þessum stærri sem til dæmis eins og frá Stanford Design School, þú veist, sem þetta
bara, þú veist, allt þetta sem með empathy og það, þú veist, að þau setja sér spór annara og séu í þessu brainstorming, þessu hugstormun og allt þetta og svo bara elska ég að sjá einhverjar svona hugmyndir að svona áskorunum hér og þar en svo tekið í rauninni alltaf og útfærið þar á minn hátt og setja þetta upp og svona. Ok, og svo þarna, og þessi efniviður sem við notið, til dæmis, stundum við nota efnivið til þess að byggja eitthvað, að gera eitthvað hluti, ekki? Og þarna, þú veist, að tala að því, er það ekki rétt með þið voru að taka þátt í einhverju þróunarverkefni tengdum háskólum, Tinkering, jú, passar. Þetta er alltaf svona tengt þeim heimi sem er líka tengt svona makerspace líka pælingunni, þú veist, hvar eru við stödd þarna? Sko, fyrst þegar ég fór stað með þetta, þá hugsaði ég þetta, því þegar ég var að vinna svona, þá var ég alltaf að láta þau, þá vorum við alltaf með einhvern efni við og þau voru að búa til eitthvað. Og ég var bara mjög brött og ætlaði bara að gera það þvert yfir allan skólann. En svo svona fór ég aðeins að hugsa, þú veist, allan efnivið sem þarf að safna saman og hvað svo gerum við allan afræstur og þetta er mánaðarlegt og ég þarf að telja fyrir hvern og einn og svona. Þannig að það var eiginlega, ég svona bakkaði frá því og ákvaði að gera þetta bara á blaði og síðan svona setti ég þetta bara svolítið í hendurnar á hverjum munnkennara. Bara, þú veist, og var svona að hvetja þau endilega, þú veist, leyfið þeim að útfæra þetta og það var ótrúlega gaman að sko krakkarnir eru svona svolítið fannir að biðja það núna, þú veist, megum við ekki gera eitthvað meira við þetta, megum við ekki búa til líkan eða eitthvað af þessu og svo hef ég núna upp á síðkastið verið svona svolítið að teygja mig meira í það að þau þurfa að nota einhvern efni við og reyni þá að setja það upp bara, þú veist, að það sé bara opið hvernig kennarar geta, þú veist, hvort þau nota bara áskorun sé bara þannig að því bara nota þessum í skólastofun og búið til turn eða eitthvað eða fara út í náttúruna og þau hafa einhvern tíma til að safna efni við og svo framvegis. Þannig að maður svona, að því ég þú veist, mér finnst þetta tinkering svo geggjað og ótrúlega skemmtilegt að maður langar svona að koma fleirum þangað. Af því að það er líka bara svo gaman fyrir þau að sjá hugmyndina, þú veist, einhvern veginn verða til, sko. Já, en svo kannski út þetta með að samþætting við námsveg og þú varst að tala um svona samfæra kennarana og þú veist, þú ert búin að því en svona sumir ennþá að tileinka sér þetta, þú veist, og svo hefur við spurningar með hæfni viðmið, við erum vandrað með kannski alltaf að tekla það og í hvað box erum við að tikka þegar, þú veist, ert að fara inn á, þú veist, gefur hverju verkefni svona einhvern í hvar í stími eða stem þú ert að vinna eða, þú veist, hvernig það nálgast þetta út frá bæði til þess að samfæra kennarana hans sé að gera eitthvað og réttlæta þetta út og við og svona, þessar pælingar. Og kannski er það eitthvað sem að, þú veist, maður væri alveg til í núna að fara að kafa svona ennþá dýpri því að ég hef svolítið svona sett það bara í hendurnar á kennarunum að eins og sérstaklega eins og stóru, þú veist, þær eru náttúrulega yfirleitt mjög tengdar annarkvort náttúrugreinum eða samfélagsgreinum og mjög auðvelt að hengja hæfni við mig við þær og ég einhvern veginn ákvað að fara ekki þá leið að vera sjálf að tína til að því ég byrjaði á því og þá einhvern veginn bara endaði ég bara með bara, þú veist, lista sem bara, þú veist, ég gæti bara einhvern veginn sett alltaf neinn, bara íslensku og náttúrulega lykilhæfnin, þetta er náttúrulega gríðarlega mikið verið að þjálfa þessa lykilhæfni í bara, þú veist, samvinnu og skapandi hugsun og eins líka bara tjáningu og allt þetta. Og það er líka ótrúlega gaman að sjá það núna að kennarar eru farin að taka svolítið lengra áskorun, þannig að það er kannski einhver áskorun og svo halda þau áfram að vinna með áskorun og láta þau kannski gera ritun út frá henni eða skapandi skrif eða eitthvað svona, þú veist, taka þetta skrifinu lengra. Þannig að þetta algjörlega býður upp á mjög marga möguleika, sko. En fannst þér það eitthvað svona, þegar þú varst að samfæra kennarana eða fá liðið með þess svona, var það efins gildi þess, svona námsgildin eða svoleiðis? Já, og ég viðurkenni alveg að fyrsta árið það var alveg pínu erfitt og það var alveg erfitt að fá alla kennarana til þess að bara svona átta sig á því að þetta væri ekki eitthvað auka. Þú veist, þetta væri alveg jafn mikilvægt og annað og ég heyrði alveg svona, þú veist, við erum að dragast eftir á áætlun og svona hluti og en ég held einhvern veginn svona núna þegar að kennarar eru komnir svona djúpt í þetta og ég svona allavega þeir sem eru komnir svona vel inn í þetta að þeir átti sér svo ótrúlega mikið á gildi þessa verkefnis. Þú kynnist nemendunum svo mikið á nýjan hátt, þú kemst svo mikið inn í bara þeirra hugarheim og bara svona ótrúlegustu nemendur sko fara bara svo mikið að blómstra í þessu og þannig ég hef líka svona svolítið alltaf lagt upp með þessa framtíðarfærni og bara þú veist hvaða máli þetta skiptir fyrir það og eins finnst mér svo mikið gildi í því að vera með sko heilt bara öll skólastigin og byrja strax á leikskólastigi og halda þessu svo við þú veist þá fá kennarandi líka alltaf í hendurnar hóp sem er þjálfaður í þessu vinnubröðum og þetta er náttúrulega bara gríðarlega mikilvæg og dýrmætt mindset ótrúlega það er alveg rosa flott Herði, þetta er ótrúlega spennandi verkefni og svo er líka þú ert svo góð að deila öllu sem þú gerir og alveg rosa gaman að fá að skoða verkefni ef maður myndi googla að því slóðin er pínu erfið, ekki? Jú, slóðin er bit.ll
/snjallræði. Það er ekki flókið? Nei, það er ekki flókið. En ef þú googlar það, þá hlýtur eiginlega að finna það. Ég vona það alltaf. Jú, en svo má fólk alltaf hafa samband um mig og ég vil að þetta nýtist sem flestum. Frábært. Algjörlega. Herði, en svo þegar við stödd sem með hópa að nemendum og við viljum fá svo stemming í sali, setjum einhverja tónlist á, ertu með eitthvað svona, einhverja tónlist eða lag sem við myndum setja á listan til þess að peppa stemminguna? Já, sko, ég veit ekki hvort að maður myndi kalla það pepp, en ég svona, þú veist, það sem að ég setja á þegar ég þarf að komast í eitthvað svona són, svona fara að hugsa og svona, þá hlusta ég rosa mikið á kvikmyndatónlist. Bara, þú veist, Hans Zimmer og bara svona sem er oft svona svolítið dramatísk tónlist en ekkert sungið en það er svona mikið að gerast í henni og mér finnst það að vera svona einhvern veginn geggjuleið til að koma manni svolítið í sólið, sko. Já, af því að það er svo mikið stemning í tónlistinni, sko. Það er geggjað hlutur. Herðu, en svo kemur smá tricky question, sko. Ef þú væri forritið app, hvaða app eða forritið væri og af hverju? Sko, já, þessi er erfið. Sko, fyrsta sem kemur upp í hugan er að segja ChatGPT. Já, það var betur sem var ChatGPT. Já, það er, en þú veist, þá er kannski svolítið, maður er sem að líti svolítið stórt á sig, sko, að svara því. En að því bara svona, að því að fólk kemur oft til mín með svona spurningar og ég er svona lausnamiðuð og, þú veist, kemur með alls svona svör og svona og bara, þú veist, legg mig fram með að vera kurteis og málefnaleg og skemmtileg eins og gerðingarnir gerir. En annað væri kannski svona, annað sem þetta væri kannski svona Pinterest, af því að ég er mjög mikil fagurgeri og það er rosalega mikið í gangi í hausnum á mér, þú veist, endalausar svona hugmyndir og eins og ég var að tala um hérna þessa innblástursfíkn og þá er það bara innblástursfíkn bara í allt, líka bara hvað var heimilið og matsheld og allt. Þannig að annarkvort. Já, kannski brota þessu bæði. Já, kannski bara blanda þessu aðeins saman. Það er hugmyndan í, já. Geggjað og takk fyrir þetta og alltaf frábært verkefni og þú frábær. Takk fyrir komuna. Bara takk fyrir.
Já, við erum hérna sest hjá Atli Guðnason hérna kominn. Kannski segja mér stutt bara frá þér og hvað hann kemur og svona og hvað að kynna svona mjög stuttu máli líka. Sko, já, við erum 3 frá Fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Já. Við erum semst að prófa svona snjallmenni í kennslu sem í rauninni okkar eigin ChatGPT, ef við getum orðað það svo. Já. Ég kenni stærðfræði. Já. Og ég nota þetta til þess að í rauninni flýta fyrir því að nemendur fái aðstoð. Okay. Þannig að ég er búin að búa til spjallmenni sem að svarar bara einu skref í einu í stærðfræði. Já. Þannig að þegar þau reikna dæmi að þá fá þau bara næsta skref og þurfa þá að eiga samtal við spjallmenni til þess að komast lengra. Það er útrúlega flott. Þannig að er þetta bara byggt á ChatGPT sem þú byggt til þitt afsprengi eða eitthvað? Já, það er sem sagt, já, maður getur gert með keyptum aðgangi, þá getur við búið til okkar eigin. Þetta er svona aðeins að komast í umræðuna og þá í rauninni getur við matað, já, það er hægt að mata greindina með þínum eigin upplýsingum, þínum glærum, þínum kennslu á öllum eða hvað sem að þú ert með. Okay. Til þess að hún svarir í rauninni spurningunum sem þínir nemendur eru að spyrja. Okay. Þannig að það sem við höfum verið að gera í okkar kennslu. Og þú ert með Fríð og Tinnu líka að kynna þetta inni. Er það líka í stærðfræðinni eða er það að vinna út frá öðrum fögum? Það eru annars vegar í ensku og hins vegar í viðskiptafræðum. Okay. Það eru bara Fríða til dæmis með þetta í heimildaritgerðar áfangum, þar sem að ABA-kerfið er þá bara komið þarna inn og svarar eins og hún vill að svari, sko. Lengdri gerða, skilafrestur og allt þetta sem að nemendur er að spyrja að þá þarf hún ekki að vera að svara þessum spurningum 30 sinnum í tíma. En hversu svona, mikil vinna var það fyrir þig að setja upp, að því að áfengengar spyrja sig, það er kannski meiri vinni að undirbúa gervigreindina til þess að svara heldur en bara svarspurningunum? Hún er náttúrulega gervigreind, þannig að hún er í rauninni með þessi almennu svör nokkurn veginn á hreinu. Auðvitað er þetta náttúrulega, þegar hún veit ekki þá giskar hún og kannski einhver fög, betur til þess fallin til þess að svara nákvæmar. Þú veist, stjórnmálafræði geti verið krefjandi upp á eitthvað svona debatemál, sko. Stærðfræðin er ekki þannig, til dæmis fyrir mig, og ABA-kerfið er ekki þannig, þannig að það er svolítið þægilegt að vinna með það sem er konkrétt og til þess að fá réttu svörin, sko. Já, þannig að það er svona... En sem er stærðfræðin, er það þá að það getur verið orðadæmi, en svo getur líka verið dæmum í svona skrifnum táknum og svo leys sem maður kannski finnur ykkur lyklaborðinu, getur þá skrifað, teiknað upp dæmið og getur þá tekið myndaði og láta hann að vinna með þér líka þannig? Já, þess vegna satt þetta í orðum bara. Já, ok. Bara X í öðru veldi, ef þú kannt ekki að skrifa það, skrifar það bara. Það er magna. Hún les náttúrulega bara... Og skilur íslensku bara eins og... Já, skilur íslensku. Og þannig að það er rauninni, framtíðin er náttúrulega í þessu, þú veist, og ég held að séu svona flestir að komast á þá niðurstöðu að þetta verður eitthvað staðar í framtíðinni. Þannig að ég held að sé þess virði að prófa. Eins og þú spurðir áðan, hvað tekur langan tíma að koma þess að stað? Það er í rauninni enga stund að byrja, sko. Þú þarft að kaupa aðganginn, það tekur einhverja stund og svo þarft að mata hana með einhverjum upplýsingum sem að þú ert með. Og svo er það í rauninni bara að byrja og að vera með nemendum með sér í liði að prófa. Er náttúrulega eins og maður þekkir í kennslu. Það er náttúrulega gulls í gildi að geta fengið feedbacki strax frá nemendum. Algjörlega. En hversu er þetta að sækja það að fá að nota í kennslu? Þú veist, bæði skólastjóri eða rektor eða sjá sem eitthvað sem er yfir og svo er alltaf eitthvað vesen með persónuvernd og svona, ekki vesen þegar þeir eru alltaf að vinna sína. Er eitthvað þannig svona, eitthvað sem það er ekki ykkur áþurft að leysa í þessari svona þróunarvinnu sem þeir eru akkurat í núna? Það er ekkert vesen allavega í okkar skóla. Við erum með skólastjórnendur sem að styðja þessa þróun og það var til dæmis einhvers konar þróunarsjóður innan skólans og það átti að vera þá áttum við að reyna að vera að vinna með gervigreind og þannig að það var ekki vesen, sko, en víða getur það kannski orðið vesen. Ég sé ekki alveg hvað persónuverndin
ekki nema maður sé að dæla inn einhverjum verkefnum nemenda sem að við erum ekki að gera sjálf sig, það kannski ég veit ekki ég veit að í starffræðinni ég held að sé ekki kannski nema bara spyr sig en það er rauninni sko nemandinn setur alltaf inn þær upplýsingar sem hann vill og hérna þannig að það er rauninni kemur aldrei frá mér einhvers konar spurning nema þá það væri í einhverju bók sem að ég væri búin að skrifa eða eitthvað slíkt Svo það hvetjandi FG er stýrandi og hvetjandi í að nota svona bara nýjar nálganir í námi nemenda og kennslukennara. Já, bara klálega. Algjörlega flott. Og þarna sérðu eitthvað svona næstu skref í þessu hjá þér? Sérðu eitthvað tækifæri að fara í einhverja nýjar áttir með þetta? Fyrir mitt leyti, ég sjálfur er svo sem að læra forritin sjálfur. Ég væri til í að smíða mitt eigið forrit svona í þessu samhengi þú veist, þá væri ég ekki í rauninni tengdur ChatGPT reikningnum heldur væri kannski að nýta þeirra hugbúnað og hafa framsetninguna mín eigin ég væri til í það fyrir mitt leyti annars held ég að það sé bara í rauninni að fylgjast með þróuninni á gervigreind almennt sem er hröð mjög hröð og fer sennilega bara hraðar sko. Þetta er alveg magnað en takk fyrir þetta svona stutta innsýn inn í þetta og spennandi og var ábygglega mjög gott að vera nemandi hjá þér og fá að nota svona hluti og líka svo flott að geta ekki bara fá svarið heldur að fara svona skref fyrir skref eins og þú leggur þetta upp alveg virkilega flott nálgun en takk hérlega fyrir og bara gangi ykkur vel með þetta Takk hérlega Hver þú? Ég Ester. Þú Ester. Heyrðu, Ester búin að vera með okkur hérna í dag. Hún búin að vera tæknistjórinn og búin að standa svona eins og hetja. Takk fyrir það. Og þess að árétta hversu mikil hetja hún er sko, að þarna þá hafði hún aldrei unnið á svona útsendingagræðir áður. Nei. Og er að rúlla því, gjörsamlega. Svona hefur mögnuð eintök hérna úti í skólanum sem er bara með þetta, einhvern veginn. En þarna segjum við bara að við erum að kveðja, það er þegar en Ester, þarna segjum við bara stutt frá þér, bara svona í hvað skóla og hvað það gera og svona. Ég heiti Ester, ég er í Breiðholtsskóla, starfa þar sem verkefnastýra upplýsingatækni og kenni upplýsingatæknina þar líka og svo hef ég verið að svona fikta í því að starta sköpunarveri þarna niðri og tækni og upptökuveri og þess vegna fannst mér mjög gaman að fá tækifæri til þess að fikta aðeins í þessum græjum í dag. Og gera svona líka glimrandi vel sko. Takk fyrir það. Herðu geggjað, hérna en áttu eitthvað svona, þegar þú gera svona skapandi vinnu í skólanum eða eitthvað svona sem er allt skemmtilegt sko og hérna en eitthvað svona upphátt sem að þú ert svona dálítið svona með fókusin á þessa dagana eða eitthvað verkefni sem er í gangi núna sem að svona er alltaf svona þér hugleikið? Já, þessa dagana hef ég verið svolítið upptekinn af hljóðverun okkar. Ég hef verið að vinna svolítið að því að taka upp hlaðvörp og þess áttar með nemendum og tónmenntakennarinn í Breiðholtsskóla, Mara, hún er að setja upp hljóðveru með mér og er svona að hugsa um tónlistarhliðina á þessu og svona það er svolítið, í fókuspunkturinn akkurat núna. Já, ok. En með þetta er bara núna, hefur einhvern tímann dottið huga að gera podcast þátt með kennurum, bara kennara að tala um kennara innan Breiðholtsskóla, bara svona í hverfinni, þú veist ekki þetta Breiðholtsskóla? Nei, hugmyndin hefur komið upp og þegar við vorum að byrja með þetta þá var það eiginlega bara svona fyrsta hugmyndin og hún er alveg ennþá á borðinu. Það er alveg möguleiki, never know, nákvæmlega. Það er geggjað. En þetta er bara gang svo vel í dag og þú ert alveg frábært að vinna með þér. En sko ég er búin að vera að spyrja, ég glemdi að spyrja síðasta með uppástu tepplagi sko.
Ok, en þetta svona, ég ætla að reyna að klikka út alltaf með sko 2 spurningum svona, á geta enda því bara. Hvaða lag myndu þú setja á playlist ef þetta svona byrja með skapandi klukkustund eða bara tíma? Eitthvað svona uppáhald? Sko ég er búin að vera að hugsa þetta allan tíman verandi bak við tjöldin og horfa aðra á svara sig. Ég verði eiginlega að segja að ég myndi setja á bara, þú veist, þegar ég þarf eitthvað almennilegt pepp þá það Limp Bizkit. Bara break stuff og eitthvað svona því að það kemur mann alveg í gírinn. Sko. Klálega. Herði, en ef þú var nú app, ég spyrir vartum forrið, þú var náttúrulega ábæðilega app frekar forrið, sko. Ég hugsa að ég væri Dreamlab í Canva. Það svona, hefur verið svolítið uppáldi hjá mig núna og af því að það alls konar sem að flæðir út úr Dreamlab sniðugt en alltaf jafn skemmtilegt. Það er svolítið, og það held ég ekta ég. Sko. Þetta er gott að enda líka þessu. Herðu, takk fyrir í dag. Þessi útsending er búin að vera bara ljómandi fróðleg og skemmtileg. Ég allan hafði mjög gaman að þessu. Við erum voruð hérna á mentabúðum sem er hérna upp í Stakkalíð, þetta skiptið og hafa verið hérna kringum 40 aðilar að kynna ýmis konar verkefni og svo er þetta streymi sem vorum í dag, þetta var aðeins að gefa smá einsinn inn í þetta og svo er líka búið að vera að taka upp svona stödd myndbönd við þá sem eru með kynningar inni og hérna móti kemur það líka til ykkar einhvers konar formi, einhvern tímann. Herðu, en er ekki bara gott? Jú, við þökkum bara kærlega fyrir okkur. Takk fyrir og bless. Bless.